Hér erum við sem sagt með Wormsbók eða Ormsbók, kennd við danska fræðimanninn Ole Worm. Og þetta er handrit Snorra-Eddu frá 14. öld, frá svona miðri 14. öld kannski. Og eitt af svona kunnustu og merkustu íslensku miðaldahandritunum. Nú, hér líka hinar svokölluðu málfræðiritgerðir og ekki síst fyrsta málfræðiritgerðin sem hvergi annars staðar varðveitt, sem frá fyrri hluta 12. aldar og hér hefur einhver ókunnur Íslendingur tekið að sér að búa til stafróf fyrir íslensku. Já, eins og stafrófið er sett niður hérna í lok ritgerðarinnar, þá byrjar það með A og síðan A með punkti yfir og punkturinn á það að merkja nefjun. Og síðan var hægt að hafa brodd líka til að merkja lengdina. Svo endar stafrófið hérna á X, þ og síðan nokkur svona bönd sem að táknuðu yr og svo framvegis. Og þetta nýttum við sem mikið og er eitt einkenni á íslenskum handritum, hvað þau eru mikið bundin miðað við sérstaklega norsk handrit sem eru lítið bundin og hérna hafa menn hérna nýttum menn sem þessa möguleika mjög vel til þess að spara bókvæll eða kannski bara eins og hver önnur tíska eða venja. Snorra-Edda eins og hún er venjulega gefin út og talin vera frá hendi höfundar skiptist í prólogus, formála, svona lærðan formála sem réttlætir verkið á sinn hátt, gefur svona kristilega skýringu á norrænu goðunum og norrænni trú, hvernig hún hafi komið upp og breiðst út. Og þar eru þá æsir menn sem koma frá Asíu og síðan er það gylfaginning og gylfakonung sem heitir Æsi og spyr það margra spurninga heiminn og guðina og fleira. Nú, svo eru skáldskaparmál og þar er verið að kenna skáldunum að nota hefðbundna skáldamál sem vísar í goðsögurnar, ekki síst, og þess vegna er nauðsynlegt að kunna skila á þeim. Og svo loks háttatal, kvæði sem Snorri orti Hákon konung og Skúla jarl. Og má segja að hann hafi kannski gert Skúla jarli, gert kannski hlut hans of mikinn í þessu kvæði eins og annars staðar, og sem varð honum að lokum að falli. Nú, en eitt athyglisvert hérna við skáldskaparmáli í Wormsbók er að þau hafa hluta til verið endursamin, greinilega á 14. öld með nýju efni, þar sem er vitnað í yngri skáld og þetta er svona dæmigert fyrir miðaldatexta. Hann er oft dálítið opinn og menn töldu sér heimilt að bæta við og bæta textan. Hérna eru svona pappírsblöð í bókinni sem var bætt inn á 17. öld og það er að því að þarna hefur blöð glatast og Ole Worm lét þá skrifa inn í bókina á nýjum blöðum eftir öðrum edduhandritum því hann vildi eiga handrit sem hefði sem mest efni. En sumt sem er í bókinni hefur glatast og er hvergi til annars staðar og þar það má sérstaklega nefna Ríksþulu sem er eddukvæði sem er ekki í neinu öðru handriti og vantar botninn í það hér og hann mun aldrei fást. Flest íslensk miðaldahandrit eru dökk og oft aldrei torrlæsileg. Nú, en það er sérstakt fyrir Wormsbók að hún er með þessum ljósa lit og það kemur til af því að hún var þvegin á 17. öld meðan Ole Worm átt hana upp úr keitu og þess vegna er hún svona snotur. Þetta var nú greinilega vel heppnaður þvottur.